formaður og ágætu ráðsfulltrúar. Það mér alveg sérstök ánægja og heiður að flytja hérna jómfrúarræðu mína í stjórnlagaráði. En ég hef hérna framsögu tillögu að starfsreglum stjórnlagaráðs sem að sérstök nefnd, starfsreglunefnd, hefur undirbúið. Nefndin var skipuð á fyrsta fundi stjórnlagaráðs þann 7. apríl síðastliðinn, en í henni sitja Ari Teitsson, Gísli Tryggvason, Íris Lind Sæmundsdóttir, Silja Bára Ómarsdóttir og ég Vilhjálmur Þorsteinsson sem formaður. Nefndin tók við starfi svokallars fjórmenningahóps sem hafði unnið mikið undirbúningsstarf með hléum frá því að hann var tilnefndur 8. janúar síðastliðinn og þá upphaflega til að gera tillögur að verklagi stjórnlagaþings. En í fjórmenningahópnum voru auk mín þau Salvör Nordal, Þorkell Helgason og Þórhildur Þorleifsdóttir. Vil ég þakka þeim þremur sérstaklega fyrir sitt ágæta framlag og gott samstarf. Sú tillaga að starfsreglum sem ég hef hér framsögu er gerð samkvæmt ályktun Alþingis skipan stjórnlagaráðs frá 24. mars 2011, en þar kveðið á að stjórnlagaráð setji sér sjálft starfsreglur skipulag og starfshætti sína. Ég mun núna kynna tillöguna en ráðsfulltrúar eru með hana á borðum sínum útprentaða. En tillagan hún hefst á aðfararorðum sem eiga að veita leiðbeiningu þann anda sem að starfsreglurnar eru settar í og skilgreina almenn viðmið í starfinu sem ekki hentugt að orða í hefðbundnum reglutexta. Og þessi aðfararorð þau hljóða svo: Við fulltrúar í stjórnlagaráði, af virðingu fyrir því trausti sem okkur hefur verið sýnt af þjóð og þingi með því að fela okkur það brýna verkefni að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins, af ásetningi að skila af okkur vönduðu verki innan settra tímamarka, í anda uppbyggilegs og jákvæðs samstarfs þar sem jafnréttis kynja gætt í hvívetna, með þá ætlun að nota hófstillta rökræðu og málefnalega gagnrýni til að ná fram sátt fremur en að beita afli atkvæða, með vísan til hugmynda þjóðfundar 2010 og með vilja til samráðs við þjóðina og í þeirri ósk að víðtæk samstaða náist frumvarp okkar að nýrri stjórnarskrá, setjum ráðinu eftirfarandi starfsreglur. Og þetta eru sem sagt aðfarar orðin. Nú þá tekur við hér fyrsti kafli starfsreglana sem ber yfirskriftina Stjórnsýsla stjórnlagaráðs. Þar fyrsta grein setningu stjórnlagaráðs, kosningu formanns og varaformanns. Þessa grein höfum við þegar samþykkt á fyrri ráðsfundi, þannig ég ætla ekki að fara frekar yfir hana. Kemur þá að annarri grein sem heitir kosning nefndaformanna og varamanna þeirra. Þar stendur: Eftir að ráðsfundur hefur ákveðið töluverkefna nefnda og skipti verkum með þeim, samanber 2. málsgrein 4. greinar, stýrir formaður kosningu nefndaformanna og varaformanna úr hópi fulltrúa í stjórnlagaráði. Formaður leitar eftir því hvaða fulltrúar gefa kost á sér til þeirra starfa. Formaður og varaformaður stjórnlagaráðs geta ekki gegnt formennsku í nefndum. Kosningu nefndaformanns og varaformanns gilda að öðru leyti ákvæði 2., 3. og 4. málsgreinar 1. greinar að breyttu breytanda. Formanni heimilt að leggja til við ráðsfund að víxlað sé formanni og varaformanni í nefnd eða nefndum í þeim tilgangi að jafna hlut kynja. Nú til nánari skýringar þá hér átt við að formenn og varaformenn verði kosnir með tvöfaldri umferð. Það að segja, það fyrst kosið milli allra, síðan þá ef enginn fær hreinan meirihluta í þeirri umferð kosið á ný í annarri umferð milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hlutu. Ef að enn jafnt þá reyndar kosið að nýju og ef að enn jafnt eftir það þá ræður hlut gesti. Þetta var eins og gert var við formann og varaformann
ráðsins og það er áskilið að formaður og varaformaður hverrar nefndar verða af gagnstæðum kynjum eða gagnstæðu kyni. Í umræðum starfsreglunefndar þá kom fram að það er ætlunin að formenn nefndana verði kosnir fyrst en að þeim kosningum loknum verði varaformenn kosnir. Og hér er formanni gefin heimild til að hlutast til það eftir á að jafna hlut kynja í formannahópnum og þar með talið í stjórnlagaráðs því að formenn nefnda sitja í stjórn stjórnlagaráðs. Og með því þá að víxla formanni og varaformanni í nefnd eða nefndum. Í umræðum í starfsreglunefnd kom fram sá skilningur að fyrst ætti að koma til álita að víxla í þeirri nefnd þar sem að minnstur munur væri á atkvæðafjölda formanns og varaformanns. Þá komum við að 3. grein, verkstjórn stjórnlagaráðs og hún hljóðar svo: formaður, varaformaður og formenn verkefnanefnda, þegar þeir hafa verið kosnir samkvæmt 2. grein, mynda stjórn stjórnlagaráðs. Varaformenn verkefnanefnda eru staðgenglar formanna í stjórn, formaður stjórnlagaráðs er formaður stjórnar. Meginhlutverk stjórnar er að skipuleggja starf stjórnlagaráðs og stýra því í samræmi við ákvæði þingsályktunar Alþingis skipun stjórnlagaráðs frá 24. mars 2011 og starfsreglna þessara. Stjórnin skal leggja starfsáætlun fyrir ráðsfund til afgreiðslu. Áætlunina skal endurskoða reglulega eftir því sem verkinu vindur fram. Formaður stjórnlagaráðs ber fjármálalega ábyrgð á störfum ráðsins gagnvart undirbúningsnefnd sem skipuð var samkvæmt lögum nr. 90/2010. Ég held að þessi grein þarfnist ekkert frekari skýringa og erum við þá komin að öðrum kafla sem heitir starfshættir stjórnlagaráðs. Þar er 4. grein ráðsfundi, verkefnanefndir og starfshópa. Almennir fundir stjórnlagaráðs nefnast ráðsfundir. Ráðsfundur er æðsta vald stjórnlagaráðs. Formaður stýrir ráðsfundum og varaformaður í hans fjarveru. Taki formaður eða varaformaður þátt í almennum umræðum, víkja þeir úr fundarstjóraembætti og það er skilningurinn að á meðan á þeirri þátttöku stendur. Verkefnum stjórnlagaráðs samkvæmt þingsályktun skipun ráðsins skal skipt á verkefnanefndir. Ráðsfundur ákveður tölu nefnda og skiptir störfum með þeim. Ráðsfundur getur fært til verkefni eftir því hvernig starfi ráðsins vindur fram. Stjórn getur skipað starfshópa til tiltekinna verka. Starfshópar velja sér sjálfir forystu. Með sama hætti held ég að þessi grein skýrir sig þá að öðru leyti sjálf. Þá erum við komin að 5. grein sem heitir skipting fulltrúa í verkefnanefndir og starfshópa. Fulltrúar í stjórnlagaráði, aðrir en formaður ráðsins, velja sér verkefnanefnd. Hver fulltrúi hefur einungis atkvæðisrétt í einni verkefnanefnd hverju sinni, en öllum fulltrúum er heimilt að sækja nefndafundi með málfrelsi og tillögurétt. Stjórnin getur haft frumkvæði að breyttri skipan nefnda í samráði við hlutaðeigandi. Einnig getur fulltrúi óskað eftir því við stjórn að vera fluttur á milli nefnda. Tillögur stjórnar skulu bornar undir alla þá fulltrúa er málið varðar. Náist ekki samkomulag skal varpa hlutkesti milli þeirra fulltrúa sem lýst hafa áhuga á tilteknu verkefnasviði. Og hér til skýringar þá má nefna að það er gert ráð fyrir að hluti nefndarfunda stjórnlagaráðs verði tímasettir þannig í vikuskipulaginu að það sé unnt að mæta á fund í fleiri nefndum en þeim sem að fulltrúi hefur atkvæðisrétt í. Ákvæði frumkvæði stjórnar að breyttri skipan nefnda, þau eiga fyrst og fremst við breytingar sem að þarf að kunna gera ef að of fáir fulltrúar verða í einni nefnd eða of margir í annarri að teknu tilliti til verkefna nefndarinnar. Ætíð þó að leitast við að virða óskir fulltrúa í því efni. Hlutkestisákvæðið kemur í veg fyrir að stjórn séu færð of mikil völd í þessu sambandi, en það gerir það að verkum að tillaga flutning á milli nefnda getur ekki snúist með einhverjum fyrirsjáanlegum hætti einstaklinga. Þá komum við að 6. grein, fundarsköp.
Formenn stjórnlagaráðs, verkefnanefnda og starfshópa ákveða dagskrá og boða til funda. Formanni er skylt að boða til fundar og taka mál á dagskrá ef þriðjungur atkvæðisbærra fulltrúa krefst þess með nægilegum fyrirvara. Boða skal til ráðsfunda með dagskrá í tölvupósti eigi síðar en daginn fyrir fund. Jafnframt skal dagskrá vera aðgengileg á vef stjórnlagaráðs. Fundur er því aðeins ályktunarbær að meirihluti atkvæðisbærra fulltrúa sé viðstaddur. Náist ekki samstaða afgreiðslu máls skal afl atkvæða ráða. Ef fundastjóri telur að umræður hafi dregist úr hófi fram, getur hann lagt til takmarkanir á ræðutíma. Tillagan skal borin undir atkvæði umræðulaust. Að öðru leyti gilda almenn fundarsköp samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar á fundum stjórnlagaráðs, í stjórninni, á nefndafundum og á fundum í starfshópum. Ráðsfulltrúa er skylt að sækja alla fundi þar sem hann á setu nema lögmætt forföll banni, enda tilkynni hann það fyrir fram til skrifstofu stjórnlagaráðs. Og til skýringar með orðalagi nægilegan fyrirvara, að þá er átt við eðlilegan fyrirvara sem er ekki of knappur í ljósi kringumstæðina til þess að ákveða dagskrá, undirbúa og boða fund. Þetta var 6. grein, þá erum við komin að 7. grein fundargerðir. Halda skal fundargerðir ráðsfundi, fundi í stjórn og í nefndum. Starfsmaður stjórnlagaráðs ritar fundargerð. Fundargerðir skulu að lágmarki tilgreina fundartíma, dagskrá fundar, hverju voru viðstaddir, ákvarðanir meðferð og afgreiðslu mála og bókanir fundarmanna. Fundargerðir skulu bornar upp til samþykktar á næsta fundi eða svo fljótt sem auðið er. Fundargerðir skal birta á vef stjórnlagaráðs þegar þær hafa verið samþykktar. Heimilt er að birta drög að fundargerð ráðsfunda eftir að fulltrúar hafa haft ráðrúm til að gera athugasemdir. Og með þessu síðasta er verið að liðka fyrir því að fundargerðir ráðsfunda megi birta á vef ráðsins sem drög þó að þær hafi ekki verið formlega samþykktar á næsta ráðsfundi. 8. grein, birting skjala. Skjöl ráðsfunda og nefndarfunda skal birta eins skjótt og við verður komið á vef stjórnlagaráðs. Sama gildir umsagnir og erindi er berast ráðinu samkvæmt 10. grein. Og 9. grein, opnir fundir. Ráðsfundir eru opnir. Nefndum og starfshópum er heimilt að hafa fundi opna og skal þá birta fundarboð og dagskrá á vef ráðsins eigi síðar en daginn fyrir fund. Stjórn getur sett nánari reglur aðgang almennings að fundum. Til upplýsingar hér þá er reiknað með opnum nefndarfundum einu sinni í viku samkvæmt fyrirliggjandi drögum að starfsskipulagi. Þá eru komin að 10. grein, umsagnir og erindi. Koma má erindum á framfæri við stjórnlagaráð. Stjórnlagaráð, nefndir og starfshópar geta óskað umsagna mál frá aðilum utan ráðsins og boðið gestum á fundi.